Jæja, velkomin í þessa yfirferð. Í dag ætlum við að kafa ofan í dáltið sem alveg rosalega oft vafist fyrir fólki, nefnilega þetta blessa mál að mæla tíma og lengd atburða á ensku alveg hárrætt. Við ætlum að afhjúpa algjörlega leyndardóminn á bak við tvö pínulítil en gríðarlega mikilvæg málfræðileg smáorð. Þeir sem hafa ensku á móðurmáli nota það algjörlega ósjálfrátt, en við ætlum að rífa niður þessa flækjur og gera þetta alveg kristaltært fyrir okkur öllum. Ok, vindum okkur beint í þetta. Þessi svokallaða nútíðarþjátíð eða present perfect eins og það heitir á enskunni, hún byggist á hjálparsögninni have og sagnorði í þriðja mynd. Þetta í raun og veru bara brú. Hugsið ykkur brú sem tengir eitthvað atburð í fortíðinni alveg beint við daginn í dag. Og að mæra tíma á réttan hátt í þessu samhengi, það snýst hreinlega bara að finna út nákvæma lengd þessara brúar. Við þurfum að vita nákvæmlega hversu lengi atburðurinn hefur staðið yfir. Fyrri hlutin snýr að fyrsta töfraorðin okkar, since eða upphafspunkturinn. Og þetta sýnir í rauninni alveg frábærlega hvernig orðið since virkar. Það bókstaflega eins og að taka títuprjón og stinga honum snögt niður á landakorta tímanum okkar. Við erum að negla niður algjörlega nákvæmt augablík þar sem eitthvað byrjaði. Það skiptir engu máli hvort það heilt æviskeið eins og til dæmis æskan, nákvæmur vikudagur eins og síðasti mánudagur eða jafnvel eitt ákveðið ártal eins og 2020. Orðið vísar alltaf beint á þennan eina fasta upphafspunkt. Maður getur sagt að maður hefur búið einhvers staðar síðan 2020 eða þekkt einhvern allt frá því í æsku. Títuprjónin fer alltaf á nákvæmlega sama stað. En skoðum þá næsta hluta sem hitt töfraorðið for eða heildartíminn. Hér verður algjör stefnubreiting. Í stað þess að einblína á þennan eina fasta upphafspunkt, þá færum við núna athyglina yfir á heildartíman. Við erum að horfa á alla lengdina, frá upphafi til enda. Og þetta snýst allt að telja, bókstaflega. Þegar við reiknum út tímamagnið, þá grípum við í orðið for. Hugsið ykkur bara, ef það hægt að telja tíman eins og venjulegar tölur, 1, 2, 3, þá smellpassar orðið for. Við notum það til dæmis ef við tölum að búa á sama stað í heil 3 ár, vera veikur í 5 daga eða sitja og bíða í 2 langa klukkutíma. Við erum alltaf að telja heildarmagnið. Það sem virkilega áhugavert hérna að sjá þennan beina hliðstæða samanburð. Annars vegar erum við með orðið since og þá erum við eiginlega bara að benda á ákveðin nafn á dagatali eða mæta á ákveðin tíma á klukku. Hins vegar erum við með for, þar sem erum virkilega að telja tíman upp í tölum. Þessi skýri æskilnaður sýnir nákvæmlega hvernig við getum sett á okkur mismunandi linsur til að horfa á algjörlega sama tímabilið. Næsta mál á dagskrá. Að spyrja réttu spurningarinnar. Hinga til höfu bara verið að fjalla það hvernig á að halda ykkur fram eða lýsa tímalengd sem við vitum nú þegar hver En hvað ef við viljum spyrja út í nákvæmlega þessa sömu tímalengd án þess að vita svari fyrir fram? Jú, þar gilda mjög skýrar og ákveðnar málfræðireglur. Til þess að spyrja út í þetta tiltekna tímabil þá verða nákvæmlega þessi 2 orð að koma fyrst. How long eða hversu lengi? Þessi 2 orð eiga heima alveg fremst í setningunni á nokkrar undantekninga. Spurningar eins og hversu lengi hefur einhver búið hér eða hversu lengi hefur hann verið veikur byrja alltaf svona. Svo, lykilatriði hérna, sem í raun algjört grundvallaratriði, að við verðum hreinlega að banna notkun á orðinu when eða hvenær í þessum tilteknu spurningum. Ef við erum að byggja þessa málfræðilegu brú fram til dagsins í dag, þá passa spurnarorðið hvenær einfaldlega ekki inn í dæmið. Reglan gríðarlega ströngvarðandi þetta. Það bara hversu lengi sem gengur upp þegar verður að spurja út í svona tímalengd. Algerlega bannað að nota hvenar. Þá erum við komin að lokakaflanum, samantektin okkar og sjálft hraðprófið. Hér erum við mætt með virkilega snjallt og fljótlegt hugrænt kerfi til að passa upp á að við veljum alltaf rétt smáorð. Sjáið þetta svindlablað. Hérna erum við hreinlega búin að leysa puslið með 2 sáraeinföldum skilyrðum. Fyrsta skrefið. Spyrjum okkur. Hægt að telja tíman beint, líkt og verið sér að telja tölur, 3 dagar, 10 ár, 5 klukkutímar. Ef svarið já, þá smeltum við orðinu for inn. Einfalt. En ef spurningin hins vegar, þetta ákveði heiti á dagatalinu eða kannski vísum beint í klukkuna, eins og mánudagur, maímánuður, árið 1999 eða klukkan 8, þá svarið algjörlega klárt. Við notum since. Þetta 2 skrefa próf tryggir að maður þarf í rauninni aldrei aftur að heka við að velja á milli þessara 2 orða. Og þá stöndum við eftir með þessa virkilega áhugaverðu spurningu. Hversu lengi hefur þessi málfræðilega brú á milli fortíðar og dagsins í dag verið miskilinn? Vonandi hefur þessi stutta yfirferð gert það algjörlega skýrt hvernig á mæla þennan tíma af öryggi og sjálfströsti. Með þennan nýja skýrleika og auðvitað þetta frábæra hraðapróf í farteskinum verður hreinlega leikur einn að ræða tíman rétt á ensku héðan í frá. Takk kærlega fyrir að fylgjast með og kafa ofan í þessa málfræði með okkur í dag.
Takk fyrir að horfa. Haltu áfram að læra með Slowingo.